Árið 1986 lauk endurbyggingu Agnarinnar, sem upphaflega flaug árið 1940. Hún eina flugvélin sem hönnuð, smíðuð og síðan flogið á Íslandi. Gunnar Jónsson og Björn Olsen flugur hér hjá Flugfélagi Íslands nr. 2 smíðuðu flugvélina og hér Gunnar viðstaddur gangsetningu eftir að hann og nokkrir aðrir endurbyggðu hana. Nú prýðir hún flugstöð Leifs Eiríkssonar. Mitt leyti var farið að huga að 50 ára afmæli flugmálafélagsins og flugmálastjórnar. Flestum fannst að tilefni væri til að minnast þessara merku tímamóta og brátt fæddist sú hugmynd að sameina krafta beggja í þessu augnamiði. Dagblöðin birtu fréttir af undirbúningi flughátíðarinnar og hérna sést mynd af undirbúningsnefnd sýningarinnar en hún var skipuð harðgerðu liði frá flugmálafélaginu og flugmálastjórn. Ekkert var til sparað og margra mánaða vinna var framundan í undirbúningi fyrir stærstu flugsýningu sem nokkru sinni hafði verið skipulögð hérlendis. Afhjúpun Agnarinnar fór fram við setningarathöfn þann 19. ágúst 1986 að viðstöddum fjölmörgum gestum. Þar á meðal var Björg ekki Agnar Skúfúð Hansen, fyrsta flugmálastjóri okkar. Pétur Einarsson, þáverandi flugmálastjóri, rifjaði upp sögu flugmálastjórnar og helstu viðburða í starfsemi stofnunarinnar. Friðrik Pálsson, forseti flugmálafélagsins, stiklaði á stóru í sögu flugsins á Íslandi og starfsemi flugmálafélagsins í 50 ár. Daginn fyrir flugsýninguna lentu á Reykjavíkurflugvelli fjölmargar flugvélar, sumar langt að komnar. En þessi þyrla kom frá varskipinu Veðurinn sem þá kom til Reykjavíkur í tilefni sýningarinnar. Fyrsta flugvélin sem sýnir 4 hreyfla þota af gerðinni British Aerospace 146 frá drottningardeild breska flughersins. Vélin var stödd hér vegna fyrirhugaðrar komu Karls Bretaprins hingað til lands. Venjan að flugmenn flugsveitar drottningar kanni aðstæður á þeim stöðum sem fyrirhugað að meðlimir bresku konungsfjölskyldunar heimsæki. British Aerospace 146 þekkt fyrir að vera hljóðlátari en flestar aðrar farþegaþotur
og þar mjög stuttar flugbrautir. Reykvíkingar sjá slíka þotu koma til Reykjavíkur flugvallar í reglulegu áætlunarflugi á vegum færeyska flugfélagsins Atlantic Airways. Hér má sjá 3 Jodel lágþekjur koma í lágt aðflug og lenda síðan. Jodel vélarnar eru franskar að uppruna og nokkuð vinsælar, sérstaklega í Mosfellsbænum. Flugmennirnir eru Ragnar J. Ragnarsson, Jón Karl Snorrason og Hjörtur Ingólfsson. Hér má sjá Ragnar lenda TF-RJR fínni 3 punkta lendingu. Tiger-Moth-vélar voru algeng sjón á Íslandi á fyrstu árum einkaflugsins. En hvað er þetta? Tiger-Moth í merkjum breska flughersins. Breski flugherinn notaði að vísu Tiger-Moth mest allra flugherja til frumþjálfunar flugmanna sinna, en slíkar vélar voru aldrei staðsettar hér á vegum breska hersins. Svarið fæst þegar lendingin er skoðuð. Líkanið smíðaði Hinrik Einarsson en Jón Pétursson flaug því. Hér er óvenjuleg sjón. 2 Cessna 402 vélar frá Arnarflugi í lágflugi. Cessna 402 hefur verið og er í dag allmikið notuð til áætlunar og sjúkraflugs á smærri staði innanlands. Flugmenn eru Sigurvin Bjarnason og Einar Dagbjartsson. Samflug eins og hér er sýnt krefst mikillar nákvæmni og æfingar og er yfirleitt ekki stundað nema af listflugsveitum og flugherjum. Þessir flugmenn gefa slíkum ekkert eftir. Nú á tímum er lágflug eins og þetta litið miklu hornauga. Hér aka 3 Fokker Fancy-vélar flugleiða í flugtaktstöðu. Flugmenn eru Garðar Steinarsson, Gunnar Guðjónsson og Hallgrímur Jónsson. Vestland Lynx þyrla frá dönsku freigátunni Weatherem kom í heimsókn. Flugmaður var Hólmenum.
Fokkervélarnar 3 sýndu einstakt atriði sem ekki hefur áður verið framkvæmt á farþegaflugvélum, í það minnsta ekki hér á landi. 2 þeirra koma á suðri og 1 úr norðri og mætast yfir miðri flugbrautinni. Sú sem kemur úr norðri er nokkru lægra en hinar. Vélarnar lenda síðan að loknu þessu atriði. Fokker F-27 flugvélarnar þjónuðu Íslendingum í 27 ár og 1992 var síðasta Friendship-vélin merkt með skilaboðunum F-27 í 27 ár, takk fyrir. Flaug hún með þessi skilaboð síðustu daga sína hér á landi og fékkst leyfi til þess að þau fylgdu vélinni þegar henni var skilað til Fokkerverksmiðjunnar aftur. Hér kemur eina DC-863 þotum flugleiða. Flugmaður hennar er Harald Snæholm og aðstoðarflugmaður er Ágúst Håkonsson. Farþegaþotur fara ógjarnan svona lágt, en öllum sem sáu það er minnistætt bláflug DC-8 þotunar TF-FLA á flugdeginum í Reykjavík 1978. Annað eins hefur ekki sést að minnsta kosti hér á landi. Næst munum við sjá þær flugvélar sem notaðar eru á vegum ríkisins og ríkisstofnana. Hér er að ræða 2 þyrlur Landhelgisgæslunnar, annars vegar af gerðinni Aerospatiale AS350, flugmaður hennar er Bogi Agnarsson og hins vegar Aerospatiale SA365 Dauphin 2, flugmaður hennar er Páll Halldórsson. Fokker F-27 Friendship frá Landhelgisgæslunni, stjórnað af Tómasi Helgasyni, Beechcraft 90 frá Flugmálastjórn, undir stjórn Sigurjóns Einarssonar og að lokum 2 vélar frá Landgræðslunni, Piper PA-36 Pony, undir stjórn Péturs Steinþórssonar og Douglas DC-3 undir stjórn Þorgeirs Magnússonar. Hér sjást myndatökumennirnir, annar frá varnarliðinu og síðan Einar Páll Einarsson frá sjónvarpinu, en hann er mikill áhugamaður flug og flugmódel.
Takið eftir auka eldsneytistönkunum undir vængjum Friendship-vélarinnar TF-SÍN, en hún er síðari Friendship-vél Landhelgisgæslunnar. Báðar hafa þær verið hakkaflegar. Þristurinn TF-NPK er nefnd Páll Sveinsson. Hún var áður í eigu Flugfélags Íslands og hét þá Gleðtaxi, TF-USH, oft nefnd Sigurður Halldór eftir skrásendingastögunum. Hún var fyrsta DC-3 vél flugfélagsins frá 1946, var happavél og var gefin landgræðslunni árið 1973. Nú fljúga íslenskir atvinnuflugmenn henni kauplaust sér til ánægju og gróðri landsins til góða. Eftir lendingu hinna ríkisflugvélanna sýnir áhöfn TF-SIF björgun. Næst er komið að þætti varnarliðsins. Fyrst koma tvær F-15C Eagle þotur frá 57. flugsveitinni í yfirflug.
Ekki lengur hægt að nefna þetta lágt aðflug. Flugmenn eru Dave Root og Ken Van Winkler. F-15C þotur tóku við af F-4E Phantom vélum árið 1985. Þá höfðu Phantom þotur verið á Keflavíkurflugvelli frá 1973. Þær F-15C vélar sem eru hjá 57. sveit eru sér útbúnar með hliðartöngum sem gefa þeim verulega aukið flugþol. 57. sveitin er eina sveitin í heiminum sem notar þessa tanga að staðaldri, enda mun lengra til nothæfra varaflugvalla en hjá sveitum annar staðar. Hér sýnir sýningaflugmaðurinn Tim Fajta frá fyrstu flugdeild á Langley-flugvelli í Virginíuríki eiginleika og hæfni F-15C vélana. Þotan sem hér er notuð hefur verið losuð við hliðartangana til að gera hana léttari og sneggri. Takið eftir því hvernig Tim notar afturbrennaran af og til að gefa aukið afl. Takið einnig eftir rakaþéttingum frá vængöndum og jafnvel skrokk þegar vélin er undir miklu álagi vegna snöggra stefnubreytinga. Hér kemur Boeing KC-135A eldsneytisþota frá varnarliðinu. Slík er ávallt staðsett á Keflavíkurflugvelli til að auka öryggi og flugdrægi F-15 og E-3 ratsjárvélana sem þar eru. Hér á að sjá Lockheed P-3C Orion kafbátaleitaflugvél frá flugsveit 321 í hollenska flotanum.
Slík sífellt staðsett á Keflavíkurflugvelli ásamt bandarískum orðavélum. Næst fljúga hér saman Sikorsky HH-3E björgunarþyrla og Lockheed HC-130 Hercules björgunarvél, en hún einnig með búnað til að gefa þyrlunni eldsneyti á flugi. Flugvélarnar eru báðar frá 67. björgunarsveitinni sem staðsett á Keflavíkurflugvelli. Hér flýgur þyrlan nokkru aftar og utar en nauðsynlegt til að tengja slöngunni sem vel sést á myndinni. HH-3E þyrlurnar gengu undir nafninu Jolly Green Giant í Víetnamstríðinu þar sem þær voru mikið notaðar til að bjarga flugmönnum sem lent höfðu í skógunum eftir að hafa verið skotnir niður. HH-3 þyrlan sýnir hér björgun manna af jörðu niðri.
Góðan dag og velkomur á Reykjavíkurflugvöll. Hér stórkostleg flughátíð sem stendur yfir. Áhorfendur miklu fleiri heldur en nokkur átti von á. Það sem að gerast núna næsta erfitt fyrir myndavélar að fanga. Það módel listflug. Það listflug á módelflugvélum. Þetta litli gripir eins og við sjáum, en það nú ekki neitt maður að verri enn þann sem að sýna hér. Maðurinn heitir Hanno Brettner, heimsmeistari í þessu, og nú flýgur hann hér á hlið. Og hann hefur bókstaflega sett svo mörg met í þessari listgrein að það vafasamt að nokkur maður munin verða hans jafnokki. Það algjört umferðaröngþveiti sem hefur ríkt hér í nágrenni Reykjavíkurflugvallar. Veðrið eins og best verður á kosið, skýjað, en milt veður og lítill vindur. Og þarna sjáum við hvað Brettner hefur gott vald á vélinni. Hann getur flogið inn á hlið og nota hliðarstíðir til þess að sveifla henni lóðrétt. Flýgur henni þannig hún fer að hálfu leyti út á hlið, samt heldur hún flugið. Nú annar kostur við módel listflug að sjálfsögðu sá að ef eitthvað fyrir úrskeiðis og vélinn ferst, að þá engin sár eftir. Þá bara hægt að smíða aðra vél og halda áfram að reyna að ná fullkomnuninni, sem félagar í flugmódulklipnum til sækjast auðvitað eftir íslensku, ekki síður en kollegar þeirra allstaðar. Nú, hér önnur flugvél að fara á stað Norðarabrautinni með aðra á bakinu. Við skulum reyna að finna hana. Hún að fara hér í norðurátt. Rauð. Og hún með sviflu á bakinu þessi. Þetta nú reyndar og þessa vél þekkjum við frá því 13. daginn. Þetta póstflugvél og hún með sviflu á bakinu. Venjulega verða vélflugur að draga sviflugur, en í módelfluginu ekkert ómögulegt. Það sjáum við á þessu. Og síðan ætlunin að sviflugan losi sig frá módelflugvélinni og geri sína kústir. Við höfum reynt að dæmi þetta í geimferðunum, það sem Boeing 747 vélin og geimskutlan. En geimskutluna má kalla stærstu sviflugu heims. Fyrir utan þetta þá farin að fljúga hér þyrla, en ég heldur að þetta fylgjast með sviflugunni og módelflugunni. Þarna losnar frá. Þessi flughátíð helguð minningu Agnars Kofoed Hansen, sem má kalla föður flugs á Íslandi. Hann var fyrsti flugmálaráðunautur ríkisstjórnarinnar og það var fyrir 50 árum sem hann var skipaður. En nú verið að undirbúa hér sviflug. Tvær sviflugur eru hér að koma yfir svæðið. Voru dregnar af vélflugu. Mikil hátíð á sviflugi var á Sandskeiði síðastliðinn sunnudag, þegar sviflugfélagið minntist 50 afmælis síns. Og við munum nú væntanlega sjá góðar listir leiknar á þessum sviflugum. Og nú komið mjög lágt, en það hefur samt efni á því að fara upp í bakkarsleikju. Nú komið mjög lágt, mjög lágt. Já, við sjáum það núna. Og samt hefur hann efni á einni bakfarsleikju. Þetta mjög fallegt hjá honum. Já. Og þá bara síðasta beygjan og inn. Það alveg ótrúlegt að vélflugmenn að þeir verður með öndin í hálsinu til að horfa á þetta flug. Finnst alltaf að nú hljóti sviflumaðurinn að vera búinn með alla sína hraða og lyfti innstæðu, en það nú alveg ótrúlegt hvað þeir geta
lagnir sviflumenn geta náð út úr sínum farartækjum. Og það mjög gott að byrja flug á svifflugi. Flestir þeir flugmenn sem hafa byrjað á því segja að það hafi verið ómetanlegt að geta byrjað á slíku. Nú, við munum sjá á þessari flughátíð þessa einu smáþotu Íslendinga. Í Bandaríkjunum eru á annað 1000 slíkar smáþotur. Þannig að það má kannski segja að hér á Íslandi hljóti að vera grundvöllur fyrir eina, þar við erum 1000 sinnum færri en Bandaríkjamenn. Og á þessari vél hægt að fara á flesta velli í Evrópu. Það þarf ákaflega stutta flugvelli. Getur lent á fjölmörgum flugvellum hér. Og það þótti gaman að ég veitum kannski svo að beina myndavélni hérna til norðurs. Ég sé ekki betur en að Guðmundur flugvallarstökkustjóri sé hér að tala við Þorstein Jónsson, margfrægan flugmann Íslendinga, eini Íslendingur sem hefur flogið í lofther, tók þátt í síðara heimsstyrjöldinni. Og ég fengi hingað til mín Þorstein Jónsson. Jæja, hvernig líst þér á? Þú varst á flugdeginu 46. Hver er munurinn? Já, þetta er náttúrulega miklu glæsilegri flugvélarkostur núna til var þá, auðvitað. En öðru leyti finnst mér að það held ég að vera bara meira gaman hjá þér núna. Auðvitað því ég tók þátt í því sjálfur. Heyrðu, það var frægt þegar þú flaugst á þessu flugdegi. Það var sagt að þú hefur komið á hvolfi og rétt komið þarna komist yfir flugskýlið. Hvernig var það? Var það svona skemmtilegt? Já, það var ég kom á hvolfi og stemdi beint á turnin. Það var kannski ekki alveg meiningin, en það tókst að ég komst yfir hann. En aftur á móti skeið nú annað miklu spaugilegra í sambandi við það. Þetta var á Harvardil sem ég var ekki vanur að fljúga. Og það er nú þannig með þær að það þarf að læsa skélhjólinu áður maður fer í loftið til þess að hún rási ekki í flugtæki og lendingu. En þessi hefði ég nú gleymt að gera. Svo lendi ég beint fyrir framan allan mannfjöldan. Og jú, þetta gekk fínt, lendingin var ok, en svo eftir dálitla stund byrjaði hún að rása. Og byrjaði að snarsnúast til hægri. Þannig að það ískraði öllum gúmmíum og vængbroddun í vinstra-megin, hann rétt nam við jörðu eða svona rétt slappið það og hún snýr ekki 180 gráður og auðvitað var ég þarna náhvítur og skjálfandi í vélinni en á meðan klappaðist mannfjöldinn og sagt að þetta væri hlutin af sýningunni og þótt að dáðist af hvað flugstjórinn hefði verið sniðugur að gera þetta. Já, það er einmitt það. Er það satt að þú hafir lúpað eða farið í likki á Skymaster? Nei, það er ekki sagt. En svona ganga þjóðsögurnar um þig? Það er mörgulogir mig. Jæja, kannski að sé eitthvað að gerast þetta Þorsteinn. Það var gaman að geta gripið þig hérna. Þetta fer áburðarflugurinn í loftið, TF2. Og sýnir nú hvernig flogið er áburðarflug. Þessi vél er af gerðinni Piper Brave. Hún fer hér krapparbeygjur en áburðarflug er einmitt fólkið í svona lágflugi. Og til sönnunar því hver þetta flug er vandasamt, þá sjáum við hvernig flugvélin er í laginu, flugmannsklefinn er mjög aftarlega og það er eingöngu til þess að flugmaðurinn sjái vængina vél, en ekki bara það, heldur líka að það er svo að vélinni leggist á, að þá er flugmaðurinn á besta hugsanlega stað og ekki nóg með það. Þessar vélar fljúga oft í óþægilegri nálægð við girðingar, þannig að á hjólaleggjum þeirra eru línaklippur og hún er að dreifa hérna yfir þríhyrninginn á milli brautanna þriggja. Þessir flugmenn eru raunar fljúgandi í grastoppunum í sínu starfi oft. Og þá er Pit Specialinn að fara af stað og nú fáum við að sjá íslenskt liftflug. Það er Björn Thoroddsen sem er við stýrið. Þetta er öflugasta listflugvél sem Bandaríkjamenn framleiða og hefur hlotið heimsmeistaratitil. Björn Thoroddsen er flugstjóri hjá loftleiðum og það er mjög algengt að flugstjórar á stórum þotum séu í listfluginu. Nefna má sem dæmi að Bob Herendeen sem var heimsmeistari, Bandaríkjamaður sem var heimsmeistari, flaug dagsdaglega Boeing 747 en skellti þessu yfir í svona litla vél
Þetta er tvíþekja og er heimasmíðuð. Björn smíðaði hana sjálfur heima hjá sér. En mér skilst að hann hafi verið með annan vænginn lengi í rúmunu hjá sér í Svefnberginu að dunda við hann. Eða hvort það var undir rúmunu. Hitt er miklu rómantískara og miklu líkara flugmanni. Nú þetta er mjög lítið vængkaf sem þessi vél hefur. Ekki nema 5 metrar. Stubbart vængirnir. Flugmaðurinn situr fyrir aftan vængina, það er betra fyrir hann, þá sér hann betur afstöðu vængjanna í listflugatriðunum. En það sem þessi flugvél hefur fyrst og fremst til síns ágætis er gífurlegu kraftur miðað við þyngd. Nú, hér sjáum við svo Benson gírokofta. Þeir hafa verið framleiddir í þúsundatali í heiminum, þessir gírokoftar. Þeir komu fram á sjónarsviði 1955. Á Akureyri var Húll Snædal hlaða þjóksana persónu þegar hann flaug á sínum gírokofta sem kallaði var Prikið. Og mátti nú einu sinni þakka fyrir að sleppa þegar að hreyfillið sem er aftan á, eða fyrir aftan flugmanninn, datt hreinlega af. Munurinn á þessu og þyrlu er sá að á þyrlu að þá er stóri láréttispaðinn ofan á vélknúinn, en á gírokoftana sem við erum að horfa á er hann ekki vélknúinn. Hann hreinlega snýst vegna ferðar koftans áfram. Koftin er, eða þessi þyrla er knúinn áfram af venjulegum spaða sem er fyrir aftan flugmanninn og knýr áfram. Andspænis okkur er síðan vélknúið fis. Hann mun sennilega vera að taka sér til að hefja sér til flugs núna og þar óhemju stutta braut, nánast ekki neitt. Og hann fer mjög bratt upp eins og við sjáum þó það geta 2 seti í þessu eins og við sjáum. Hann er með farþega hjá sér og veifar. Þetta eru geysilega létt flygildi og óskaplega della sem gengur yfir. Menn smíða það á sjálfur. Og þarna þeir eru báðir hér í einu, en við fylgjumst með vélfisinu. Vélarnar sem knýja þessi flygildi eru yfirleitt 20 hestum. Og nú fer Björn Thoroddsen á loft og er hugsanlegt að hann geri eitthvað í flugtakinu því nóg er vélaraflið. Já, hann setur út reykinn sem skreytir svona atriðið mjög mikið. Og þá er að velta og komin á hvolf. Þessar vélar hafa geysilega getu til þess að velta. Það er hægt að velta henni svona vél mjög hratt. Það er mikilvægur eiginleiki í listflugi. Tekur tölvöna tíma að ná verulegri reikni á þessar flugvélar og Björn hefur ekki haft nema rúmar 50 flugstundir til þess að æfa sig. Roll off the top á flugmannamáli, velta af toppnum eða gerir okkur svolítið óleika, það geta beint yfir og veltir. Það er flogið listflug á fleiri flugvélum en listflugvélum því að hér er að búa sér til flugtaks vél af gerðinni Dornier. Stemur hún eitthvað. Ég var að minnast á listflugvélar og það ger ég vegna þess að þessi Dornier-vél er bara 19 manna farþegavél sem er næst að búa sér til flugs, en flugmaður hennar virðist geta látið hann að hegða sér eins og listflugvél. Og þá kemur Björn Thoroddsen inn til lendingar. Það eru reglur í sambandi við þessar heimasmíðu vélar að
fyrstu 50 klukkustundar má flugmaðurinn ekki fljúga þeim nema á heimaslóðum, sem ástæða þess að Hút Snædal ekki á sinni vél hér. En það til 2 listflugvélar á Íslandi, þessi og svo frönsk vél að gera henni KAP 10. Nú Dornier vélinn að gera sig klára í fluttak og við fáum að sjá stutt fluttak, við skulum endilega ná því. Þarna fer hún af stað. Þetta framtíðin, sjáu þið, það bara ekki neitt. Aldeilis ótrúlegt, hér logn, svo það var ekkert að hjálpaði hinnum frábæra þýska flugmanni í þessu fluttaki. Nú erum við búin að drepa á öðrum hreyflinum og hann heldur bara áfram á hinnum. Þetta til mikillar huggunar fyrir þá sem eiga eftir að fljúga með svona vél í framtíðinni. Það sé flugmaðurinn góður og þá bara hægt að þetta alveg ótrúlegt hvað hann getur flogið inn á öðrum. Hann skellti sér í velturáinni á öðrum hérna í fyrra dag en lætur það nú vera núna og nú setur hann hreyfilinn í gang og samt í beygju. Þetta alveg snillingur þessi maður, það fer ekki að milli mála að hann með þetta allt saman í puttunum. Nú skulum við sjá hvað hann gerir. Skildan skellinni í veltur. Lendingaljósin eru nú reyndar á hjá honum en hann ætlar að gera sér eitthvað til dundurs. Nú flýgur hann beint yfir okkur, það gerur okkur erfitt fyrir hann á þessu. Hvað gerir hann? Óha, bakrastekja. Jú, hann velti henni. Hann velti henni. Og hann ennþá að, hann hvarf nú á bak við skínið, séð frá mér. Og eitt stykki Wingover. Sjáum hérna fyrir framan okkur Nimrod-þotu og það er dálítið gaman að sjá þessar 2 vélar samar því að Bretar að taka í notkun vélar af gerðinni Dornier í staðinn fyrir Nimrod-þotu. Dornier-vélinn hefur nefnilega 8 tíma flugþol og getur flogið landhelgisgæsluflug á aðeins 1/10 af þeim kostnaði sem kostar að fljúga Nimrod-þotunni. En kemur að hér yfir, þessi hluti nú að fara að ljúka. Nimrodin að gera sig kláran en við skulum fylgjast með Þjóðverjanum á Dornier DO-28 vélinni. Nú hann búinn að drepa á öðrum hreyflinum. Nei. Jú, hann veltir henni með annan dauðan. Já. Aldeilis ísa. Maðurinn hefur komist í. Og með lendingunni á þessari flugvél Dornier DO-28 ljúkum við þessari beinu útsendingu. Flughátíðin heldur áfram og síðar verður þáttur þar sem tekið verður saman það helsta á þessari flugsýningu. Og þess má geta að á morgun verður flugsýning í Keflavík og þarna lendir hann á smá blaði að því séð verður. Klukkan 1 á morgun verður svo smá flugsýning í Keflavík þar sem F-15 mun sína listir sem að sýndar voru í dag. Enn fer Þjóðverjinn upp á ótrúlegu litlu svæði. Hér hefur sér til flugs bresk kafbátaleitarvél af gerðinni Nimrod.
Þetta er ein allra stærsta flugvél sem hefur athafnað sig á Reykjavíkurflugvelli og lentu starfsmenn í verulegum vandræðum með að draga hana með hinum venjulegu dráttarvélum. Einnig var sagt að malbiki sígi undan þunga hennar. Nimrod-þotan er meðal annars merkileg fyrir þær sakir að hönnun hennar er byggð á hönnun de Havilland Comet-þotunar sem var fyrsta farþegaþotan sem tekin var í notkun. Hér fer í loftið Magnús Nordahl, gamal reyndur flugmaður sem fengið hefur nýtt líf borð í þessari vél KAP 10 listflugvél. Magnús sýnir hér listflug af mikilli leikni og einlifun. Meðal vandasamra atriða eru til dæmis 8 punkta velta. Hér fara í loftið 3 Piper Cub vélar. Fyrsta skal frægast að nefna TF-KAK sem er að gerðinni J3 og er eini núverandi þáttakandinn sem tók einnig þátt í flugsýningunni 1946 hér á Reykjavíkurflugvelli. Jón N. Pálsson keypti vélina beint af William Piper sjálfum árið 1945. Félagar í Fallhlífaklúbbi Reykjavíkur sýna hér hópstökk.
Flutningaflugvélar að gerðinni C-160 Transal hafa verið fastir gestir á flugsýningum hér á landi síðan 1978. Hér það Transalvél undir stjórn Major Friedhelm Sega frá ETG-62 flugsveit þýska flughersins sem sýnir listi sínar. Transalvélarnar eru mjög öflugar enda hannaðar til að flytja hergögn á staði sem ekki flokkast undir flugbrautir. Hreyflar þeirra eru breskir af gerðinni Rolls-Royce Tyne, 6100 hestöfl hvorum sig. Takið eftir að vélin lendir, stöðvar og fer aftur í loft af sömu brautinni í logni. Enn ein kafbátaleitarvélin kemur hér í formi franskrar Breguet Atlantic flugvélar frá Erwing 3 í þýska flotanum. Flugmaður hennar er Hoffmann Wesseloch. Atlantic-vélarnar eru búnar sömu hreyflum og Transalvélarnar. Svo sem sjá má er Atlantic-vélin mjög lipur af kafbátaleitarvél að vera.
Næstar eru hér 3 franskar Alpha-Jet æfingavélar frá þýska flughernum. Þær tilheyra 431. Tiger flugsveitinni. Flugmenn þeirra eru Heinrich, Schmidt og Hilgers. Flugvélarnar sýna nákvæma samhæfingu í fylkingaflugi sem oft nefnt formationflug. Allir herflugmenn fá kennslu í því en flug herflugvéla krefst mjög mikillar samhæfingar. Athugið að í formationflugi það fremsti flugmaðurinn sem ræður ferðinni en hinir fylgja og einblína á hann. Alpha-Jet vélarnar eru fyrst og fremst notaðar í æfingaflugi en einnig hægt að nota þær til árása á skotmörk á jörðu niðri. Lokaatriði sýningarinnar flug Páls Sveinssonar sem dreifir blómum yfir mannfjöldan. Þau eru gjöf frá blómabændum landsins. Landgræðslan veitti afnot af flugvélinni á sýningunni en hún elsta flugvélin sem þátt tók í henni.
Okay, I understand that you were actually on the mission that went down to the Reykjavik Air Show in August. What was your, what was the preparation like, and what was your idea of the air show? Well, we briefed with the rest of the air show participants, I believe it was the night before, and at that time we went back to the squadron and briefed up a profile for the mission, or for the air show itself, and then ran through our minds a few times before we actually went out into it. Basically, it was fairly simple, but then we just talked about it a few times before we actually went out and flew the mission. Afterwards, we did some work out in North Ocean, so we flew about 2 more hours after that, so we had to plan that part out too, but we concentrated on the air show part of it. What was your idea of coming over Reykjavik? You've probably never done a low pass over Reykjavik before. We've seen it from up high, flying over it, flying around Iceland, but that was the first time I was able to come into Reykjavik Airport. It was pretty. The water just to the southwest of the airfield was a little low, and that was hard to get around, but the air show itself was pretty clear, and it was pretty from where we could see it. Okay, thank you very much. It was interesting to hear you. Thank you. People that can hire citations have lots of money. That's true. Before. Before. Well, I suspect we could probably run out. No. To the side of the aircraft. Set them up and go. All set.